Við fengum jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar. Við höfum hana að láni frá börnunum okkar, segir gamalt máltæki frá Kenía. Hvernig virkar það eiginlega? Ég á börn, þau fá bara hluti í lána hjá mér, sem þau skila reyndar mjög sjaldan. Við þurfum eitthvað að skoða þetta nánar. Þetta máltæki fjallar í rauninni sjálfbærni. Sjálfbærni er mjög mikilvægt hugtak, jafnvel það mikilvægasta, og þýðir það að í öllu lífinu, það er að segja hvernig við lifum lífinu, eigum við og verðum að passa upp á það að við berum okkur sjálf, að við séum sjálfbær. Að bera í orðinu sjálfbær merkir eiginlega sama og að lifa. Það sem er sjálfbært er eitthvað sem lifir að sjálfu sér og eyðist ekki. Og í lífinu öllu, sérstaklega í því hvernig við umgöngust náttúruna og nýtum landið, er þetta gríðarlega mikilvægt. Tökum dæmi. Tré eða skógur er auðlind. Jarðarbúar nota tré til að búa til ýmislegt, til dæmis pappír og húsgögn. Ef jarðarbúar höggva fleiri tré en geta vaxið, þá endurnýjast skógurinn ekki og er ekki sjálfbær lengur. Ef jarðarbúar veiða á mikinn fisk, endurnýjast ekki fiskistofnanir og fiskarnir hverfa. Þá eru veiðarnar ósjálfbærar. Ef jarðarbúar nota á mikið af olíu, hverfur hún að lokum og svo framvegis. Því miður er þetta það sem er að gerast í of mörgum tilfellum. Og ef við göngum þannig auðlindirnar að þær minnka smátt og smátt, verða þær ekki boði fyrir komandi kynslóðir. Jarðarbúar framtíðarinnar, börnin okkar, geta þá ekki nýtt þær. Og þannig kemur merking máltækisins betur í ljós. Við verðum að líta þannig á að við séum jörðina að láni frá börnum framtíðarinnar. Við verðum að skila henni til þeirra í sama og helst betra ásigkomulagi. Við eigum bara eina jörð, nefnilega. Þegar talað sjálfbærni fylgir oft orðið þróun. Þá er talað sjálfbæra þróun. Þróun merkir það hvernig eitthvað breytist með tímanum, og eins og við vitum, þá geta hlutir orðið betri með tímanum, stað í stað eða orðið verri. Þeir geta þróast til hins betra eða verra. Ef hlutirnir þróast í átt að sjálfbærni, er það best. Sjálfbær þróun er langbest. Markmið er að það sé jafnvægi á milli efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra þátta í hverju samfélagi. Að stuðlað sé að efnahagslegum jöfnuði, að mannréttindi séu virt, ásamt því að það sé ekki gengið of á auðlindir jarðar. Markmið sjálfbærar þróunar fela í sér að við endurskoðum í sífellu hvernig við lifum og störfum. Þannig að það bitni ekki á jörðinni og þar af leiðandi ekki á komandi kynslóðum. Þannig skiptir sjálfbærni ekki bara máli varðandi umhverfisvernd, heldur í öllum þáttum samfélagsins. Og það er margt sem hefur áhrif á möguleika fólks á að vera sjálfbært. Þar sem stríð geisa hafa manneskjur ekki tækifæri til að mennta sig. Fólk býr við fátækt og hungur og heilsa og vellíðan er í stór hættu. Allir þessir þættir vinna gegn sjálfbærni. Friður er ein mikilvægasta forsenda sjálfbærar þróunar. Og við þurfum líka að mennta fólk til að það geti verið sjálfbært. Til að þú standir undir þér þarftu að læra að lesa, skrifa og gera og græja. Þín bíða mörg verkefni, en ekki örvænta. Þú ert mest skapandi vera jarðarinnar. Þú hefur getu og hæfni til að skapa sjálfbæra framtíð. Gangi þér vel.